Aldrei hafa fleiri greinst með kórónuveiruna en í gær þegar að minnstakosti 145 smit greindust. Eins og áður voru langflestir utan sóttkvíar. Smitrakningateymið getur ekki lengur hringt í alla sem hafa verið útsettir fyrir smiti. Andstaða við sóttvarnaaðgerðir verður sífellt sýnilegri þó að langflestir farið að tilmælum yfirvalda. Við ræðum við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í fréttatímanum. Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra, næði ekki kjöri á þing samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Stjórnarandstaðan fengi alla uppbótarþingmennina. Íbúar bresku borgarinnar Liverpool eru margir ósáttir við að borgin teljist ekki lengur til heimsminja. 34 aðrir staðir bættust á heimsminjaskrá UNESCO í vikunni. Víða ríkti sannkölluð verslunarmannahelgarstemning í dag þrátt fyrir veirutakmarkanir. Mýrarbolti og súluhlaup í steikjandi sól var meðal þess sem landsmenn skemmtu sér við í dag. Gott kvöld. Við byrjum á kórónuveirunni því metfjöldi smita greindist innanlands í gær. Yfirmaður smitrakningateymis býst við að smitum fjölgi gríðarlega á næstunni og segir ómögulegt að hringja í alla sem hafa verið útsettir. Að minnstakosti 145 innanlandssmit greindust í gær. Meiri hlutinn var utan sóttkvíar eða 98. Yfir 1200 eru í einangrun. 10 liggja inn á spítala með COVID, 2 á gjörgæslu. Nýgengi innanlandssmita komið upp í 320. Greiningu sína ekki lokið og líklegt að enn fleiri greinist jákvæðir. Smitrakningarteymi almannavarna hefur vart undan við að rekja smitin. Við erum með alveg skýran fókus í því að ná til allra sem eru smitaðir. En við erum ekki lengur að hringja í alla sem eru útsettir og þurfa að fara í sóttkví. Þeir fá bara sjálfur skilaboð á kerfinu þegar þær upplýsingar skila sér inn til okkar. Þá gætu þeir sem eru með smitrakningarappið virt í símanum átt von á að fá tilkynningu ef appið greinir að þeir hafi verið lengi í návígi við smitaðan einstakling. Þetta er 5. dagurinn í röð þar sem meira en 100 greinast á einum sólarhring. Samtals voru 450 þeirra ekki í sóttkví þegar þeir greindust. Talið er að hver einstaklingur geti smitað 6 manns og svo koll af kolli. Ef allir þessir 450 sem voru utan sóttkvíar hafa smitað 6 hver, gera það samtals 2700 manns. Þetta virðist vera þannig að hver einstaklingur sé að smita fleiri heldur en við höfum oft séð áður. Við klárlega séð svona hópa þar sem hefur komið upp smit, þar sem kannski bara 1, 2, 3 smitast, en núna erum við að sjá að einn einstaklingur er að smita á 5, 6, 7 alveg auðveldlega og meiri það þegar verslætur. Samkvæmt minnisblaði sóttvarnarstofnunar Bandaríkjanna er delta-afbrigði kórónuveirunnar jafn smitandi og hlaupabóla og meira smitandi en ebóla, kvef og bólusótt. Talið er að bólusettir geti smitað alveg jafn marga og óbólusettir. Útbreiðslan er rosalega hröð og margir svona stórir hópar undir sem við verið að sjá að koma inn og það er tengt ýmsum svona stórum viðburðum sem hafa verið undanfarið. Við erum að sjá mörg smituð heim. Hann óttast að smitum muni fjölga nú verslunarmannahelgina. Við erum bara eftir að sjá hvað kemur nákvæmlega, en ég býst við bara gríðarlega aukningu á næstunni. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra ætlar að breyta reglugerð sóttvarnarhús þannig að þau verði einungis fyrir þá sem þurfa að vera í einangrun. Svandís segir í samtali við Vísi að þeir sem þurfa að fara í sóttkví þurfi þá að finna sér einhver önnur úrræði í næstu viku. Og síðan er einnig til skoðunar að koma á laggirnar 2 nýjum farsóttarhúsum og Svandís staðfesti þetta við fréttastofu RÚV bara núna rétt fyrir fréttir. En andstaða við sóttvarnaaðgerðir verður sífellt sýnilegri þó langflestir fari nú að fyrirmælum og tilmælum stjórnvalda en þó eru sumir sem eru beinlínis mótfallnir aðgerðunum. Í fyrri vikunni var kona sem var handtekin eftir að hún mótmælti bólusetningu ófrískra kvenna og í dag var tilkynnt ölvaðan mann við orkuhúsið sem hugðist einnig mótmæla þeim aðgerðum en þær voru reyndar ekki í gangi í dag. En þá fóru fram skipulögð mótmæli á Austurvelli í dag þar sem bæði sóttvarnaaðgerðum og bólusetningum var mótmælt. Það er að koma kosningar og fyrir kosningar þá mun engin ríkisstjórn viðurkenna mistök. Það er bara pólitískur ómöguleiki. Og við urðum vitni að því að það er verið að halda áfram sömu braut
alveg miskunnarlaust. Við sáum það í síðustu viku þegar bara án aðvörunar nánast, án alvöru umfjöllunar nánast, allar óléttar konur á Íslandi voru bólusettar bara á einu degi. Já, mótmælin á Austurvelli í dag fóru friðsamlega fram en skyldu nú allir fara að tilmælum. Jóhann Karl, hvernig svona gengur að framfylgja þessum sóttvarnareglum? Það gengur bara mjög vel. Það er lang flesti sem að fara að þessu tilmælum. Við höfum verið að fá gegnum faraldurinn alltaf svona reglulega ábendingar sem við erum annað hvort að hringja og kanna eða að fara og finna fólk. En við erum ekki að finna neina aukningu, ekki síðustu daga eða vikur. Er eitthvað erfiðara að fara eftir því, að framfylgja því að fólk fari eftir þessari 1 metra reglu heldur en 2 metra reglunni til dæmis? Já, þetta er, við erum bara að biðla til fólks að fara eftir þessu reglum. Lögreglan getur ekki verið alls staðar með mælibandið og kannan hvort er 1 metra eða minna, sko. En þið að fara í einhverjar eftirlitsferðir eins og til dæmis á kvöldin? Núna er helgi búist við að vera mikið að gera í kvöld og munið þið fara og taka út hvernig staðan er á skemmtistöðunum? Það er náttúrulega bara að vera alla vikuna mikil stöðu trafík út úr bænum. Þannig að við búist ekki við fjölda fólks í bænum. Það verður rólegt, reiknum með því. Og ég mun fara og taka púlsinn á þessu. Hvað er það erfiðasta sem að lögreglan stendur frammi fyrir þessa dagana? Já, það er bara að horfa upp á fólk vera þessum mótmælum það sem að megnið þjóðarinnar er hlýnt þessu en það er svona einn og einn sem telst ekki þurfa og hefur aðra skoðanir og við þurfum að taka það náttúrulega úr umferð og passa upp á almannafrið. Takk fyrir þetta Jóhann Karl og við segjum þessu lokið hérna frá miðbæ Reykjavíkur og vonum að allir gangi hægt gleðina dyr helgina. Kærar þakkir fyrir þetta Alma Ómarsdóttir. Og við förum út í heim. Tilkynningum heimilisofbeldi hefur fjölgað 200% í Pakistan eftir að kórónuveirufaraldurinn skall á. Talið er að hið minnsta 1000 konur verði á ári hverju fórnarlömb svokallaðra heiðursmorða þar í landi. Nur Muqaddam er víða minnst í Pakistan þessa dagana. Æskuvinur hennar hefur verið ákærður fyrir að myrða hina 27 ára Muqaddam á svo hræðilegan hátt að það verður ekki tíundað hér. Dauði hennar beinir hins vegar kastljósinu að ofbeldi gegn konum í Pakistan. But that is something that is on the surface, obvious, apparent, blatant, in your face. The epidemic of sexual crimes and violence against women in Pakistan is a silent epidemic. No one sees it. No one is talking about it. Pakistan er 5. fjölmennasta ríki heims en þar búa 220 milljónir. Landið er í 3. neðsta sæti, 156 landa á lista Alþjóða efnahagsráðsins sem mæla jafnrétti kynjanna. Talið er að hið minnsta 1000 konur séu á ári hverju fórnarlömb svokallara heiðursmorða þar í landi. Mannréttindavaktin segir innhringingum í hjálparsíma vegna heimilisofbeldis hafa aukist 200% í Pakistan eftir að kórónuveirufaraldurinn skall á. Stjórnvöld eru þó ekki á því að vandamálið sé jafn alvarlegt. I think this perception is not really close to reality that in Pakistan women are not safe or maybe that there's a misogyny in practice in Pakistan. Fyrir þessu mánuði felldi pakistanska þingið lagabreytingu sem átti að auka réttindi kvenna sem verða fyrir ofbeldi á heimilum sínum. Í staðinn ákváðu stjórnvöld að leita ráða hjá trúarlegri ráðgjafarnefnd. Nefnd sem áður hefur ályktað að það sé í lagi að eiginmenn berji konuna sína. And very conveniently now the USA media and US authorities have now blamed everything on Pakistan and has left the region. Staða Sjálfstæðisflokksins veikist í kraganum á meðan Píratar bæta við sig 2 kjördæmakjörnum þingmönnum. Þetta er niðurstaða nýs þjóðarpúls Gallup. Ríkisstjórnin fær 4 þingsæta meirihluta samkvæmt könnuninni sem Fréttastofa sagði frá í gær. Samfylkingin og Framsóknarflokkur bæta við sig fylgi en Viðreisn dalar. Að öðru leyti breytist lítið á milli kannana. Breytingarnar eru einnig minniháttar þegar kemur að niðurstöðum eftir kjördæmum. Í norðvesturkjördæmi yrðu niðurstöðnar óbreyttar frá kosningunum 2017. Það er stjórnarflokkarnir halda sínum kjördæmakjörnu þingmönnum sem og Samfylkingin og Miðflokkurinn.
Í Norðausturkjördæmi missir Miðflokkurinn einn kjördæmakjörinn þingmann til Pírata, sem fengu þar engan mann kjörinn 2017. Stjórnarflokkarnir halda sínum 2 þingmönnum og Samfylkingin sínum. Píratar fá einnig kjördæmakjörinn þingmann í Suðurkjördæmi, á kostnað Flokks fólksins, sem nær ekki manni inn á þing. Sjálfstæðisflokkurinn heldur sínu 3, Framsókn sínu 2 og Samfylkingin, VG og Miðflokkurinn fá 1 hver. Taka ber fram að fjöldi svarenda í þessum 3 kjördæmum minni en í öðrum kjördæmum og niðurstöðurnar því ekki jafn marktækar. Í Suðvestur kjördæmi heyrir það til tíðinda að Sjálfstæðisflokkurinn tapar þingmanni, en það kjördæmi hefur löngu verið sterkasta vígi flokksins. Viðreisn fær þann þingmann til sín og fær þar með 2 þingmenn í kjördæminu. Allt annað óbreytt frá síðustu kosningum. Í Reykjavík Suður fær Sjálfstæðisflokkur 3 kjördæmakjörna þingmenn, en Flokkur fólksins missir sinn. Sæti Lilju Alfreðsdóttur, menntamálaráðherra Framsóknar, tryggt, en að öðru leyti niðurstaðan óbreytt frá fyrri kosningum. Ásmundur Einar Daðarsson næði hins vegar ekki kjöri samkvæmt þessu, því Framsókn vantar töluvert upp á að fá inn þingmann í Reykjavík Norður. VG tapar kjördæmakjörnum þingmanni til Samfylkingarinnar og það eina kjördæmið þar sem Samfylkingin fær fleiri en 1 kjördæmakjörinn þingmann. Uppbótar þingmennirnir 9 renna allir til stjórnarandstöðunnar. Þar með talið allir 3 þingmenn Sósíalistaflokksins. Píratar fengju einnig 3 uppbóta þingmenn og Samfylkingin, Miðflokkurinn og Viðreisn 1 hver. Ræktun á iðnaðarhampi 5-falt meiri í sumar en í fyrra. Frumkvöðl í ræktun og nýtingu hamps vill að sala á CBD olíu úr íslenskum hampi verði leyfð hið snarasta. Í Gautavík í Berufirði ræktaður hampur 3. sumarið í röð og nú meðal annars í nýju kúluhúsi á lóðinni. Gerðar eru tilraunir með ýmsar tegundir iðnaðarhamps. Þar handverksverslun og matvælum smáframleiðanda gert hátt undir höfði. Bílið opið öllum sem vilja fræðast fjölbreytta notkun hampsins. Í fræðslusetrinu ræktaður hampur með samrækt. Þar kemur næringin úr skítnum frá bleikjum sem synda í stóru kari. Og vísindamaðurinn á kafi í tilraunum sínum. Við erum bara að gera tilraunir með batteri úr hampi. Það nefnilega hægt að taka dræfjarnar, kóla þær og þá fáum við mjög basískt efni eða alkalæn, bara eins og alkalæn batteri eru. Þeir segja gánungverðir að þetta sé 10 sinnum betra heldur en lithiumbatteri, þannig að það aldrei sætt að nota þetta í eitthvað. Því að lithiumnámurinn kannski eitt spes en það ekkert mál að rækta hampi í þetta. Ræktun á iðnaðarhampi var nýverið færð frá Lyfjastofnun til Matvælastofnunar. Hann fellur ekki lengur undir lögum ávana og fíkniefni og því þarf ekki undanþágu frá Lyfjastofnun til að flytja inn fræ. Ein helsta afurðin svokölluð CBD-olía, en Evrópudómstóllinn úrskurðaði nýverið að hún flokkaðist sem matvæli og að óheimilt væri að hindra viðskipti með hana. Og því það ekki spurning hvort, heldur hvenær, CBD-olía til inntöku verður lögleg hér á landi. Þúsundir Íslendinga eru að nota CBD-olíu í dag og því miður þurfa þeir að nálgast hana á gráamarkaðinum eða flytja hana eins sjálfur. Þeir eru að nota hana við alls kyns svona kvillum eins og til að bæta svefn, kvíða og þunglyndi, slíkt, gigt, verki, bólgu, sjúkdóma, höfuðverki, mígrini. Starfshópur landbúnaðarráðherra skoða nú hvort og hvernig breyta þurfi lögum og reglum til að opna viðskipti með CBD-olíu. Þannig að það bara réttindamál, lýðheilsumál að íslenskur almenningur hafi aðgang að þessu góða náttúrulega bætiefni sem í þessari plöntu sem kínversk goðsögn segir að Guð hafi fært mönnunum að gjöf til þess að uppfylla flestar þarfir þeirra. 34 staðir og minjar bættust á heimsminjaskrá UNESCO í vikunni. Íbúar Liverpool eru margir ósáttir við að nafn borgarinnar sé ekki lengur að finna á heimsminjaskránni. Síðan árið 1972 hefur eitt af verkefnum UNESCO verið að halda utan heimsminjaskrána. UNESCO skammstöfunin fyrir þjála heiti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Eins og nafnið ber með sér stofnunin ein af undirstofnunum Sameinuðu þjóðanna með það að markmiði að stuðla að samvinnu á sviði mennta, vísinda og menningamála. Heimsminjaskráin listi yfir merkilega staði, manngerða eða náttúrulega sem teljast hluti af menningararfleifð mannkyns sem beri að varðveita sem slíka. Ísland á 3 fulltrúa á listanum, Þingvelli, Surtsey og Vatnajökulsþjóðgarð. Listin yfirfarin ár hvert af sérstakri nefnd. Kórónuveirufaraldurinn hafði reyndar áhrif á störf nefndarinnar eins og annað og hún hittist ekki í fyrra.
En á fundi sínum í Fuzhou í Kína á dögunum var ákveðið að bæta við 34 fyrirbærum á heimsminjaskrána. Nokkrar útvaldar tékkneskar, belgískar og þýskar heilsulindir eru meðal þess sem nú telst til heimsminja. Það gera sömuleiðis yfir 7000 ára gamlar aðferðir frumbyggja í Chile við varðveislu á múmíu. Rústir 2300 ára gamallar stjörnuathugunarstöðvar í Perú flokkast nú sem heimsminjar og einnig franska borgin Nice. En það eru ekki bara viðbætur á listan góða. Breska borgin Liverpool var í ár strikuð út af heimsminjaskránni. Valnefndin tók það ákvörðun og segir ástæðuna vera að nýleg uppbygging á hafnarsvæðinu skyggi á gamla bæinn sem átti þátt í því að tryggja borginni sæti á listanum árið 2004. I feel very frustrated towards UNESCO, especially because they haven't come to the city in 10 years. We wanted them to come to Liverpool to see the plans, to see what the dock is like at the moment and see what we could do with it. Þó svo að makrílvertíðin fari rólega af stað er nú mikið líf og fjör á Þórshöfn. Kona sem er mætt á vaktina 20. árið í röð segir alltaf sama sjarman yfir því að mæta á vertíð. Það jafnan mikið líf og fjör á Þórshöfn á þessum árstíma. Árið í ár engin undantekning en 90 manns vinna nú hjá Ísfélaginu á sumarvertíð sem fór á stað í síðustu viku. Þetta bara geggjað. Ég kom hérna á mína fyrstu vertíð 2001 fyrir 20 árum þegar ég var 15 ára, þannig að það einhver sjarmi yfir þessu. Við byrjuðum að makrílvertíðin síðustu helgi og Sigurður kom núna í morgun til okkar, túr númer 2. Þannig að núna allt að byrja og stemning og stuð. Og þegar það fiskur í húsi þá ekki slegið slöku við. Sigurður kom núna með 950 tonna makríl og við verðum svona cirka 2 sólarhringa að vinna úr honum. Og þá unnið allan sólarhring? Já, þetta alltaf unnið bara leið og þetta kemur í hús og klárað, það aldrei stoppa neitt á milli. Hérna hann, fiskurinn sem að lífið hreinlega snýst á Þórshöfn þessa dagana. Ég segi mér að hann sé nú ekkert sérstaklega stór en minnst hann nokkuð glæsilegur. En til þess að allt gangi smurt þarf starfsmannahópurinn að ganga í takt og þar kemur Árdís verkstjóri sterk inn. Það getur verið mjög stressandi, Það er bara stjórna fólkinu að það sé að gera rétta hluti og fylgjast með gæðunum því að gæðin eru náttúrulega sem skiptir mestu máli í framleiðslunni. Og svo bara fylgja öllu eftir að allt gangi sem smurt. Hún segir margt hafa breyst á þeim 20 árum sem hún hefur verið í bransanum. Það var áður þegar það voru bara Íslendingar og svona, þá var miklu meiri svona þéttleiki í gangi og ef það komið stopp þá voru nú allir dottnir í eitthvað fyllir í og svona. Lón 1 við argentínsku borgina Trelew er nú fagurbleikt á að líta. Þótt mörgum þykir liturinn eflaust bæði fallegur og óvenjulegur er litabreytingin ekki komin til af góðu. Umhverfisverndarsinnar segja að mengun frá nærliggjandi iðngarði orsaka bleikalitin. Í fiskvinnslu í nágrenninu sé natríumsúlfat notað til að hreinsa rækjur og úrgangur vinnslunnar renni beint í lónið. Líffræðingar segja mengunina hættulega öllu lífríki í og við vatnið. Preocupante porque no solamente es un tema de contaminación por uso de químicos, en este caso del sulfito de sodio, que lo utilizan para evitar la melanosis en los tejidos de los langostinos, sino también de grasas, de aceites, de DBO por encima de 4.000 miligramos por litro, de cubo de nutrientes, eutrofizando y complejizando y matando cualquier tipo de vida que pueda haber en las lagunas o los cuerpos receptores. Amanda Knox gagnrýnir aðalleikara og leikstjóra nýútkominnar kvikmyndar fyrir að græða á raunarsögu sinni. Knox var árið 2007 dæmd fyrir morð á meðleigjanda sínum en var síðar sýknuð. Kvikmyndin Stillwater segir frá bandarískum karlmanni, leiknum af Matt Damon, sem fer til Frakklands til að aðstoða dóttur sína. Hún situr á bak við lás og slá, grunuð að hafa myrt ástkonu sína. Myndin var frumsýnd í vikunni. Allison came here for college, and that's where she met this girl, Lena. One night she found Lena dead and called the police. All they cared about was Allison sleeping with some Arab girl. I loved her. I know you did. But everybody thinks that I killed her. Í gær birti Amanda Knox grein á heimasíðu sinni undir yfirskriftinni Hver á nafnið mitt. Þar sakar hún aðalleikarann Damon og leikstjóra myndarinnar Tom McCarthy að græða á sorgarsögu hennar. Knox gagnrýnir að þeir hafi aldrei haft samband við hana við gerð myndarinnar.
Mál Knox vakti heimsathygli en hún var árið 2007 dæmd fyrir morðið á meðleigjanda sínu. Meðleigjandinn Meredith Kertzer fannst látin í íbúð sem þeir leigðu saman í Perugia á Ítalíu. Árið 2015 var Knox svo náðuð en hún hefur alla tíð haldið fram sakleysi sínu. Leikstjóri McCarthy hefur sannarlega sagt að Stillwater sé byggð á sögu Knox. Hann hafi hrifist af baráttu hennar fyrir sakleysi sínu. Landsmenn hafa víða náð að skemmta sér ærlega þrátt fyrir samkomutakmarkanir. Hart var barist á Mýrarboltamóti í Árneshreppi og sólin bakaði fjallahlaupara á Akureyri. Veiran fékk ekki að spilla verslunarmannahelginni í Árneshrepp á Ströndum þar sem smáhátíðin Nábrókin fer fram helgina. Fimm lið mættu galvösk til keppni í Mýrarbolta. Hvert lið skartaði sinni múnderingu og sum gerðu sveitinni hærra undir höfði en önnur. Keppnisskapið var allsráðandi. Leikmenn sýndu gallharða takta og lögðu á sig töluvert drullumall til að klófesta boltann. Á Akureyri keyrði fjöldi hlaupar upp púlsinn í Súlur Vertikal fjallahlaupinu. Í boði voru 3 hlaupaleiðir, sú strembnasta 55 km með 3000 metra hækkun. Hlaupararnir sem lengst fóru lögðu af stað frá Hömrum klukkan 7 í morgun. Áhorfendur héldu þeim vel við efnið og leiðinni og klöppuðu þeim lofi í lófa við marklínuna í miðbæ Akureyrar. Sólin skein og ekki annað að sjá en að fólk nyti sín í veðurblíðunni. Nóttin var róleg í höfuðborginni enda margir farnir eitthvert út á land. Þokan lét Árneshreppinga alveg vera en umvafði þess í stað borgina í morgunsárið og gaf fólki og byggingum dulúðlegan blæ. Sólin var þó ekki langt undan og það rofaði til þegar leið á daginn. Einmitt. Og þá að veðri. Á morgun er áfram útlit fyrir hæglætisveður, hæg breytileg átt, skýjað og sums staðar þokusúld við ströndina en allvíða bjart norðan og austan til. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast inn til landsins norðaustan til. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Það var margt að vera á Ólympíuleikunum í Tókíó í nótt og í dag. Heimsmet féllu í sundi og Ólympíumet í 100 metra hlaupi kvenna. Lærisveinar Vésteins Hafsteinssonar röðu sér í efstu 2 sætin í kúluvarpi karla. Það er ekkert sem toppar þetta og ég bara trúi þessu alltaf. Og við heyrum hljóðið í Guðna Vali Guðnasyni sem setur markið hátt fyrir framtíðina. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Aldrei hafa fleiri greinst með kórónuveiruna en í gær þegar að minnstakosti 145 smit greindust. Eins og áður voru langflestir utan sóttkvíar. Smitrakningateymi getur ekki lengur hringt í alla sem hafa verið útsettir fyrir smiti. Andstaða við sóttvarnaraðgerðir verður sífellt sýnilegri þó að langflestir fari að tilmælum yfirvalda. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir samskipti við mótmælendur eitt af erfiðustu verkefnum lögreglunnar. Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra næði ekki kjöri á þing samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Stjórnarandstaðan fengi alla uppbótarþingmennina. Íbúar bresku borgarinnar Liverpool eru margir ósáttir við að borgin teljist ekki lengur til heimsminja. 34 aðrir staðir bættust á heimsminjaskrá UNESCO í vikunni. Og víða ríkti sannkölluð verslunarmanna helgar stemming í dag þrátt fyrir veirutakmarkanir. Mýrarbolti og súluhlaupi í steikjandi sól var meðal þess sem landsmenn skemmtu sér við í dag. Fleiri verða sjónvarpsfréttir ekki, áfram öll helstu tíðindi á RÚV.is og í útvarpinu allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott helgina.